Komið sæl og blessuð og sælir kæru sportdrekar. Þið eru næstir í röðinni og við ætlum að kíkja á hvað spilin segja fyrir vikuna framundan hjá ykkur. Spilin ykkar koma mjög sterk inn og þið eru held ég þriðja merki sem að fær þessa 7 sem er hérna í miðjunni sem táknar valmöguleika en varar jafnframt við gylliboðum og blekkingum. Þannig að þið standið á þeim tímapunkti að skoða hlutina sem eru í boði og þið vitið ekki í hvort fótinn þið eigi að stíga. Satt að segja. Þannig eitthvað er búið að vera að gerast hjá okkur af óvenju miklum krafti og einhverjir ykkar gætu hafa verið að lenda í meiri háttar eða minni háttar áföllum sem að þið eru svona að krafla ykkur fram úr akkurat núna. Það búið að vera mikið að vera fram að þessu og hlutirnir hafa verið erfiðir. Það hafa togast á í ykkur mjög sterkar skoðanir og langanir og þið hafi jafnvel verið að glíma við fólk með fíksjúkdóma nú eða þið sjálfir hafi verið að glíma við þannig veikindi. En það hafa verið aðstæður til að ná tökum á aðstæðum. Aðstæður til að ná tökum á aðstæðum. Já, ég veit þetta ljómaði asnalega en þið hafi náð tökum á aðstæðum, skulum við bara segja. Og núna standið í alveg nýjum sporum með dauðaspilið hérna sem að segir okkur það að það er einhvers konar umbreyting að eiga sér stað í lífi ykkar. Hvers konar umbreyting það er persónubundið. Fyrir marga ykkar finnst mér þetta að vera tengt heilsu og svona lífsstíl. Að þið séu að breyta ykkar daglega líf, daglegu rútínu og það hvernig þið hugsið heilsuna. Og það er ekkert auðvelt og ekkert búið að vera auðvelt og er ekkert auðvelt ennþá. Þetta gæti líka verið breyting hvað varðar það að þið eru að losa tökin og losa tengslin við ákveðna einstaklinga í lífi ykkar sem hafa ekki verið jákvæð og það hefur líka verið erfitt. En þið eru í umbreytingarferli akkurat núna og eru svolítið ráðvilltir, kæru sportdrekar, með möguleikana. Og það má greina hjá okkur svona valkvíða. Svo bara kalla það. Þannig að þið eru ekki alveg í augnablikinu tilbúni til að taka skrefið. Kannski villir það ykkur sýna að möguleikarnir séu margir. Það getur líka verið að þið sjáu ekki alla möguleika ennþá, að allt sé ekki ennþá upp á borðum, að þið séu svolítið bara að bíða og sjá hvernig hlutirnir þróast. Það er bara allt í lagi, þið verðið bara að gera þetta á ykkar eigin hraða, hver fyrir sig. En síðan þegar kemur að því að taka ákvörðun, þá gerið þið það með stæl, eins og ykkar er von að vísa. En í augnablikinu er hugurinn svolítið að spila með ykkur og valda ykkur þessum valkvíða eða framkvæmdakvíða.
Síðan farið nú á stað eftir ákveðin tíma og að því að þessi spil eiga nú að tákna næstu viku, þá myndi ég segja sko í lok vikunar eða eftir þessa viku munið þið fara á stað. Loksins búin að ákveða ykkur og fyrir marga sportdreka verður þetta erfitt. Þið munu átta ykkur á því að þegar þið farið yfir í þessa nýju þætti, hverjir sem það eru, breyting á lífstíl, breyting á venjum og siðum, einhverjir ykkar eru að skipta vinnuumhverfi og eru að fara úr umhverfi sem hefur verið neikvætt yfir í eitthvað betra. En það verður alltaf erfitt og það verður ákveðin svona söknuður eftir því sem var. Og ef þið eru að slíta tengsl við manneskju, þá verður það líka erfitt. Og þar sem að sportdrekinn finnur alltaf djúpt fyrir öllu en á mjög erfitt með að tjá sig það oftast. Þá getur verið að þetta verði ykkur ennþá erfiðara, eða erfiðara en ella, skulum við segja. Vegna þess að úrvinnslan ykkar gerir svo mikið undir yfirborðinu í staðinn fyrir að þið fáið hjálp og vinnið úr hlutunum svona upp á borðinu sem að myndi taka minna á og taka minni tíma. En það svona, hver og einn vinnur úr sínum hlutum eins og honum hentar. Og þar sem að þetta ferli á eftir að taka svolítið á okkur, þá ætla ég að velja hérna eitt spil til viðbótar svona sem loka útkomu þessa ferlis eða þessara viku. Og það er spil sem heitir Dómurinn, eða Dómur. Fyrir mér táknar þetta spil alltaf upprisu og þetta sýnir að ákveðnu þroskaferli hjá ykkur er lokið, ákveðin mál sem þið hafið staðið í, klárast og það fer fram endurmat og svona ákveðið uppgjör við fortíðina og það sem er liðið. Þannig að þið komið sterkari en áður út úr þessum tíma þó að verði erfitt og eigi eftir að þroskast og læra helling á því sem þið eru að gangi í gegnum, þessum umbreytingum. Og þegar upp er staðið er þetta jákvæður tími. Þið muni bara svona huga vel að ykkur sjálfum í þessu ferli öllu saman og muni líka að dæma ykkur ekki of hart því að oft erum við sjálf harðasti dómarinn á okkur sjálf. Já, þá ætla ég að taka hérna spil úr öðrum stokki og sjá hvað skilaboð þau fær okkur. Já, strategi. Það er mikilvægt þegar maður er að fara í gegnum erfiða hluti að svona sjá fram á þeir taki enda einhvern tímann. Þannig að það sem að gildi núna er að skipuleggja hlutina og gera sitt besta til að allar breytingar
muni ganga vel. Þið fáið hérna inn þetta fína jafnvægi. Og önnur orkustöðin, eða magastöðin eins og hún oftast nefnd held ég, hún orkustöðin sem að dregur ykkur og lætur ykkur vita hvert þið viljið fara. Þannig að þetta vísbending að þið reynið að fylgja magastöðinni, ef maður getur sagt sem svo. Hún segir ykkur líka frá því ef að eitthvað sem í kringum ykkur eða þið eru að upplifa ekki í lagi, þannig að hún getur verið ákveðin svona, getur varað mann við. Og þannig að þið eigið ábyggilega eftir að finna fyrir því næstu daga að svona eitthvað hljómar fyrir ykkur og annað ekki. Þá bara að fylgja því sem að ykkur finnst og búist við að veita ykkur mest jafnvægi. Því það það sem að þið að sækjast eftir. Og mér finnst eins og þið sameinið svona ykkar andlegu skynjun og svo skipulagshæfileikana ykkar. Til þess að komast sem best út úr aðstæðum. Hér fáið þið eitt spil sem að táknar hreinsun. Og þetta finnst mér tengjast því sem ég var að tala áðan með heilsun ykkar. Hér talað að hreinsun efli lífsorkuna. Þetta á við í svo mörgu, bæði þegar okkur líður vel og þegar okkur líður illa, mjög gott að huga að því að hreinsa líkama og sál. Og þið sem vatnsmerki, ykkur líður yfirleitt vel í vatni. Þannig að það kannski eitthvað sem að á eftir að kalla á ykkur þessa vikuna. Sund eða sjósund eða bara vera dregin að vatni eða að sjó. Látið þið það endilega eftir ykkur. Því allt vatn hefur heilandi áhrif. Og svo getur þetta líka verið svona bara að fara í langt heitt bað eða heita sturtu og láta streitu og neikvæða orku líða úr sér. Og jafnvel að gráta í sturtunni ef að það tilfinning sem að kemur til ykkar. Þá hvergi betra að gráta en þar. Síðasta spilið sem ég ætla að draga fyrir ykkur tengist fyrir lífum. Og þetta svona, spilið getur verið vísbending að þið hafið ef til vill tekið eitthvað með ykkur úr fyrralífi inn í þetta líf sem hafa áhrif á okkur núna, eða eitthvað sem að ykkur hefur alltaf fundist tengjast eitthvað sterkt. Við skulum sjá hvað kemur. Vá, þetta svolítið magnað spil. Að vissulega þetta andlegt spil. Tenging við guðdóminn, tenging við hið andlega. Ef til vill hafið þið gegnt svona einhverjum störfum í þeirra lífi sem að tengjast þessu. Þið hafið ef til vill verið innan kirkjunnar, verið prestar eða prestinnjur. Það þá eitthvað lengra aftur.
Í hefðbundnu tarotspilunum táknar æðsti presturinn milliliðin á milli mannsins og guðdómsins. Það er að segja kirkjan og siðfræðin og öll lögin og reglurnar sem að lúta þar að. Það er ef til vill eitthvað sem að kallar á okkur í þessu lífi eða eitthvað sem að hefur jafnvel verið neikvætt í lífi ykkar og þið hafi aldrei skilið hvers vegna. En þetta spil svona segir mér eiginlega mikilvægi þess að leita inn á við þegar að verið að leita svörum, og það getur verið eitthvað sem að þið vitið innst inni sem þið þorið kannski ekki alveg að taka mark á, en spilið er að benda ykkur á að allar svoleiðis tilfinningar eiga rétt á sér og það er eitthvað til í því. Já, þá er þetta komið hjá okkur í þetta sinn og ég vona svo sannarlega að vikan verði ykkur góð. Ljós og kærleikur til ykkar, kæru sportdrekar.